Í sögulegu samhengi að þá er rauninni fjórða byltingin hafin og að hefjast. Þið sjá þarna myndirna til hægri á skjánum, svona örstuttar skýringarmyndir í sögulegu samhengi. Það að ræða gufuvélina fyrst og tannhjólavæðinguna sem að kom frá mekaník inn í iðnaðinn. Rafmagnið, svona rétt fyrir aldamótin 1900. Svo stafræna byltingin hinn fyrri sem kemur 1970 þegar vinnustaðir og þekking tölvuvæðist að hluta til. Og svo það sem við stöndum fram fyrir núna, sem rauninni, stökkbreyting á hinni fyrri stafrænu byltingu og stærsta breytingin sem kannski mun verða, við höfum þó ekki fundið fyrir enn að miklu leyti, að það innkoma gervigreindarinnar. Að það þegar gervigreind inn í það að það sem skilgrein hana frá annarri svona mekaník og annarri stafrænni tækni að gervigreind að þá henni geta tölvur lært og henni alltaf því hugsa sjálfstætt. Og það mun hafa, mun hafa ennþá, það það sem að stökkbreytingin í byltingunum mun allir líktum með þessi stað. En eins og ég segi, umræðan fjórðu iðnbyltingunni hefur marga vinkla og það samfélagslegur vinkill, það hagfræðilegur vinkill, það vinnumarkaðsvinkill, vinnuréttavinkillinn sem ég reyni að taka inn í dag og þannig að þetta eins og ég dálítið kaotískt en þetta mjög áhugaverðar pælingar og ég bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur þetta og jafnframt ég sjálfsögðu búinn sem svona áhugamaður þetta mál að miðla til ykkar efni og skýrslum eftir því sem að óskað og bara hafið sambandi með þá hvað það var. En svona kannski aðeins mýturnar sem í gangi, auðvitað auðvitað standa vona til þess að þessi bylting hafi í för með sér eins og hinar byltingarnar, svona almennar lífskjara bætur, en svona vinsælasta mýtan ef svo má segja, að innkoma gervigreindarinnar muni leysa af hólmi vel flest störf með tímanum og þá svo í framhaldinu ef að maðurinn orðinn gagnslaus á þessari blessuðu jörð, ef svo má segja, að þá þessi gamla mýta sem var fönguð í Terminator-myndunum eða Tortimantin sem vonandi flest ykkur þekkja, að það sem að vélar og vélminni með gervigreind á ákveðnum tímapunkti sáu það að maðurinn hafði engan praktískan tilgang á þessari jörðu og þeir tóku sér til við að eyða manninum. Við skulum vona að til þess að komi ekki, en þó aðeins til að setja í samhengi þetta áhugavert að það í rauninni mikið fræðimenn sem tala að þetta sé raunhæft ein stærsta áhættan við innreið gervigreindarinnar og hún nú þegar komin í hernað og annað og ef gervigreindin og þekkingin kemst í rangar hendur, hvað gerist þá? En eins og þetta nú svona smá útúrdúr, en svona til að setja þetta í samhengi og að því að líka þess að maður stendur sér svo oft að og ég sjálfur hef stað með að ég nú kannski ekki sérstaklega gamall, en spólum aðeins bara tilbaka til að vera einhverjum áttum á hvað að gera, spólum okkur tilbaka 10 ár og hvernig staða tæknimála var þá. Ef einhver hefur sagt við okkur fyrir 10 árum, eftir 10 ár verða komin sjálfkeyrandi bílar, sjálfkeyrandi flugvélar, öll þessi snjallsímavæðing og svo að þá tekur maður því svona ákveðinni tortryggni og það bara eðlilegt í rauninni af því að það kannski ekkert heilinn okkar getur ekki meðtekið svona það sem eru svona óraunverulega breytingar. En svona til að skilgreina okkur aðeins betur inn í umræðuna að þá rauninni yfirheitið sem talað í umræðunni að það stafræna byltingin eða á ensku digitalization og hún hefur svo rauninni 2 undirflokka sem eru báðir mjög áhrifamiklir en ólíkir þó að það annars þessi vélmennavæðing og gervigreind sem svona kannski skemmra við komið en mun svona til lengri tíma hafa róttækar áhrif og svo hins vegar það þetta sem kannski lengra við komið og við þekkjum alveg flest að það þetta
er hræðileg þýðing, en stöðvarpollshagkerfi eða platform economy, og það er þá með netvæðingu og snjallsímavæðingu og allt þannig, hvernig hugtökin vinnustaður og vinnan er að breytast. Við þekkjum þessi helstu forrit eins og Uber og svo framvegis, þar sem að vinnan er líka farin að vera mjög óheftum yfir landamæri og svo framvegis á þessu, í gegnum þessi plattform. En ég fer aðeins nánar til nánar síðar. En já, þið þekkið þetta, ég tek saman þessar helstu myndir. Þetta er vélmennavæðingin, auðvitað hefur, þarna er sjálfkeyrandi bíll og vélmenni og svo framvegis. Svona hversdagslegir breytingum vélmennavæðingu gervigreind er þessi litla krúttlega ryksuga þarna, sem að ryksuga sjálf og vafalaust mörg ykkar eru komið á ykkar heimili. Og ég reyndar á ekki svona grip en hef heyrt góða hluti af þessu. En þetta er svona dæmi hvernig þetta hægt og rólega, svo maður segja, þú veist, þetta gerist ekki veitin átt, hægt og rólega kemur þetta inn í okkur daglega líf, inn í okkur störf og svo framvegis. Og það er auðvitað bara ágæta breytingar sem gerist hægt, en það kallar líka á ákveðna meðvitund frá okkur að passa að breytingin verði á forsendum launafólks, á forsendum venlagsfólks, og að breytingi vélmennavæðingin og gervigreindin, að breytingin verði til þess að auka almennt lífskjör allra, að tryggja það að við venjulega fólki fáum stærri sneið af kökunni, en ekki bara kakan stækki og við fáum alltaf, eftir sem áður, alltaf litla sneið, eins og því miður vill kannski stundu vera reyndin með þennan almenna hagvöxt sem gjarnan er talað og kemur alltaf vel út í öllum meðaltalsreikningum, en svo þegar menn fara að skoða áhrif á venjulega fólki og launalægstu hópana sérstaklega, að þá því miður þau að fá lítið sem ekki út úr þessu. Stöðvarpollurinn eða plattformin, það er svo þetta sem við þekktustu vörumerkinu, þetta eru þarna, það er leigubílaappið Uber, Airbnb þekkja flestir svona hérna á Íslandi, þetta er bara nágrann okkar flestra, og svo eru fleiri fræg plattform sem eru svo sem ekki komið innreisina hérna á Íslandi. Það er eins og TaskRabbit, að það er rauninni bara einfalt, að þar getur maður bæði auglýst einföld verk og boðið fram sína þjónustu. Þetta er bara liggur eins og gömlu smálýsingarnar, nema þetta er gegnum netið. Þetta er orðið mjög stórt í löndum eins og Bretlandi og áhyggjur að þarna sé verið að TaskRabbit og reyndar Amazon Mechanical Turk líka, sem er sama eðlis, að það sé að finna út þetta hefðbundna vinnuréttarsamband, og að því að þetta líka dansar svona á mörkunum, hvenær ertu launamaður, hvenær ertu verktaki. Og svo er það þetta líka sem er orðið mjög stórt í Evrópu, sem er Deliveroo, sem er í rauninni er plattform fyrir fólk sem tekur að sér að sendast með mat fyrir veitingahús og gegn þá föstu gjaldi. En þetta er ekki, þessi fyrirbæri er ekki öll eins. Ef við til dæmis reynum að greina í sundur annars vegar Uber og hins vegar Airbnb, sem er svona þessi tvö þekktu vörumerki, að Uber er sá sem veitir þjónustum sem gegnum Uber, hann er rauninni ræður rosalega litlu. Hann ræður ekki verðinu sínu, hann ræður rauninni, hann hefur takmarkað yfir á hvert hann keyrir, og Uber setur alla skilmála, greiðslan fyrir gegnum Uber sem miðlar svo til bílstjórana. Hins vegar erum við svo með fyrirbæri eins og Airbnb, sem er kannski ekki, sem er reyndar ekki verið að leigja út vinnuafl, ef svo má segja, heldur verið að leigja út íbúðir. En munurinn kannski það sem er helsti í vinnuréttarlegum skilningi, helsti munurinn á Airbnb og Uber, og svo þetta TaskRabbit, raunin við Uber líka, er að viðkomandi sem vinnur verkið, hann ræður verðinu, og í Uber þá ræður Uber alfarið verðinu. Og hins vegar það sem TaskRabbit og Airbnb gera bæði, er að þau taka við greiðslunum og miðlægum svo til
þeirra sem að vinna verkin eða sem að á eftir atvikum íbúðina hvað í Airbnb. Og þannig að þið sjáið að þannig strax farið svona innan gæsalappa óhrengast þessi helstu viðmið sem við höfum haft svona í gamla góða veruleikunum sem að segja hvað launamaður og hvað sjálfstætt starfandi verktaki. Að í venjulegum skilningi þá þetta bara sjálfstætt starfandi verktaki, hann tekur beint við greiðslum, hann ræður sér sjálfur á tímanum sínum og ber ábyrgð á sínum verkum. En svo þarna eru komið fyrirbæri eins og TaskRabbit og Uber til dæmis og Deliveroo sem svipað, sem að svona, sem að blanda þessu. Og þá komið dálítið, og þá kannski ég komin inn í þetta vinnuréttarlega fyrirbæri og þessi vinnuréttarlega áskorun sem við stöndum frammi fyrir, að það rauninni að verja dálítið þessi hugtök og í þessu felst ekki það að berjast gegn tækninýjungum eða neitt slíkt. Það ekki að ég held skynsamleg nálgun, heldur yfir að verja við viljum áfram hafa vinnumarkað sem að byggist á þessum fyrirbærum atvinnurekanda og starfsmann og kannski það versta sem þessi fyrirbæri að gera eins og Uber að reyna að þynna þetta út. Þeir að reyna að taka það sem Uber til þess að reyna að gera og Uber að reyna að innan gæsalappa þessum svo við slettum með cherrypicka, að þeir vilja ráða við starfsmannum, geta skipa honum fyrir, taka greiðslurnar og svo framvegis, en vilja ekki taka þessar skyldur almennt sem atvinnurekandi tekur. Og það þarna sem áskorunin stendur fyrir og á þetta byrja að reyna nú þegar. Í frægum til dæmis Uber-dómi sem féll í Bretlandi fyrir nokkrum mánuðum, að þar var bara að láta þetta reyna. Þar voru menn, 2 bílstjórar sem störfuðu fyrir Uber sem bara létu það reyna að fá viðurkennt að Uber væri þeirra atvinnurekandi og fóru bara með það fyrir breska vinnudómstólinn og Uber sagði, Uber bara plattform, þetta bara 30.000 sjálfstætt starfandi einstaklingar, við erum bara milliliður og tökum eitthvað kommisjón og svo framvegis, við berum enga ábyrgð á þeim eða þeirra störfum að neinu leyti. GMB sem var viðkomandi stéttarfélag, verkalýðsfélag sem aðstoðaði mennin í málinu. Þeir bentu að því sem við telum réttilega á bílstjórar ráða ekki verðlagningunni, þeir hafa takmarkaðan ákveðinn rétt verkin og Uber með boðvald, fire hire, sem að segja. Og þannig komið þess að ég verið að segja að Uber að reyna að eins og kapitalistar gera almennt, þeir reyna að ganga og innbyggt í það kerfi, menn reyna að ganga eins fjármagni reynir að ganga eins langt og það getur í að fjölga sér, í að margfalda sér, sem að segja. Það bara einhvern veginn eðli kerfisins sem er rangt og andstyggilegt, en þetta svo veruleiki sem við búum við og bara svona almennt viðurkennt að láta þetta reyna fyrir Uber, því miður. En blessunlega þá féllst nú dómurinn á röksemdir GMB og það svona talað um að Evrópuminn þessi dómur hafa mikil áhrif, þetta hann ekki svona formlegt fordæmi, sem að segja, en í honum eru tilteknar mjög, eins og Bretum með einu lagi, mjög svona póetískur lögfræðilegu texti það sem farið nákvæmlega ofan í vinnuréttarsambandið og þetta, og hvað einkennir þetta og hvað einkennir hugtökin starfsmaður og atvinnurekandi. Og afleiðingar dómnum að rekstur Uber í Bretlandi fer í ákveðið uppnám, þeir aðlaga sig og hækka eitthvað aðeins verðskrána sína, þeir allt eru farnir að bera auka kostnaði, eins og maður segja, sínum bílstjórum. Þannig að viðurkennt að réttindi bílstjórnir, þeir hafa rétt til lágmarkslauna, veikindaréttar, tryggingaréttar og svo framvegis, eins og launamenn hafa almennt, enda þurfaði líka að hlíta boðvaldi Uber. Og þannig að það bara eðlilegt, þeir ekki sjálfstætt starfandi verktakar. Og með þetta allt saman, og það kannski það sem að áskorun verkalýðsfélagana almennt fyrst kannski svona PR-lega séð, að þá virðist þetta oft birtast þannig eins og verkalýðsfélögin sé að berjast gegn tæknibreytingum. Og það auðvitað ekki rétt, það að mínum að til ósanngjörn gagnrýni. Staðreyndin að verkalýðsfélögin eru að gæta þess að
tækninýjungarnar ávinningun á tækninýjungunum skili sig líka til venjulegs fólks. Það auðvitað vissulega að skila sig til neytenda, það alveg óumdeilt. Uber ódýrari en venjulegir leigubílar og það má þannig segja kannski að venjulegt fólk sé að hagnast á því. En hins vegar erum við þá að hagnast á kostnað almennar velferðar bílstjóra og almennar velferðar samfélagsins, það er einu samfélagi sem undir. Og þannig að þegar við erum að taka þennan slag, ef svo má segja, þá erum við ekki að taka hann gegn Uber-tæknin sem stendur, þá við erum að taka hann gegn því hugarfari, þeirri stefnu Uber, að reyna að græða á kostnað þess sem að við og verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir í áratugi að venjulegt fólk og starfsfólk eigi að hafa. Bara sanngjarnt samfélag og félagslegt réttlæti. Og það það sem að í rauninni slagurinn snýst um. Og klemman í rauninni dálítið fyrir, svona praktískt líka fyrir verkalýðsfélögin að verja störfin. Ég meina við erum auðvitað við reynum að verja störfin, ég meina það ákveðið grundvallar hlutverk að tryggja öllum atvinnu og tæknibyltingin getur þýtt að störfum fækki og minnst færa störf til. En á sama tíma verðum að reyna þetta, þá verðum við líka að reyna að skipuleggja hið óskipulega, því að það sem kemur út úr þessu öllu saman, sérstaklega á þessum plattform vinnumarkaði, þar sem að þetta fer ekki Uber og TaskRabbit og allt það og störfin eru kannski fann að fara yfir landamæri, að þetta setur við alltaf aftur á byrjun að byrja að skipuleggja fólki, að rallja því saman, reyna að byggja samstöðu, einhverja stafræna samstöðu, ef svo má segja, og þvert yfir landamæri sem nú getur við flókið, sérstaklega í ljósi hvernig bara lögsaga dómstóla virkar, skattkerfi og svo framvegis. Þannig að það er nóg af áhugurum áskorunum til staðar. En svona almennt hætturnar sem að þessu felast, hvað vinnumarkaðar varðar, þá eins og ég farið í að þá getur störfum fækkað eða þau minnst fæst til, gæði starfa ekkert minnkað og laun lækkað. Það svona og það byggist meðal annars á bara því að þetta verður auðvitað sérstaklega á þessum stafræna vinnumarkaði verður ákveðið kapp á botninn af því að í rauninni líka á þessum vefsíðum eins og ég bent á, auðvitað getur ekki öll verk verið unnið stafræn en rosalega mörg verk bara eins og í hönnun, alls konar skráningu upplýsinga og þannig bara ekkert mál orðið að vinna stafrænt og mikið af þessum störfum flyst þá til það sem að laun almennt lægri til Indlands, Brasilíu og svo framvegis það sem sem að það lækkar verðið á þessum verkum. Skipulagið brotnar þessu upp, vinnan sem þetta svona félagslega fyrirbæri sem hluti af svona daglegu lífi fólks og einhvern veginn í harmoniseringu við allt annað, að það brotnar allt upp, að það kannski ætlast líka til að eins og við þekkjum að við erum alltaf til taks, það er unnið störf á öllum tímum sólarhringsins og svo framvegis. Og auðvitað ef að menn komast upp með það að finna út þessi hugtök, finna út vinnumarkaðssambandið og þessi almennu hugtök atvinnurekanda og launamann og þessi bara byggt á í rauninni verkefnabundnum ráðningum, að þá þetta takmarka starfsöryggi, minnka starfsöryggi. Og svo kannski líka önnur hætta sem mjög relevant og kannski bara efni í annan sérstaklega fyrirlestur, að það er stafræna byltingin, netbyltingin og einkalíf starfsfólks. Það að vera sífellt auðveldara að fylgjast með starfsfólki. Þetta eru persónuverndar reglur, en ég meina bara allar myndavélar, netnotkun, skráð samskipti gegnum netið, gegnum hitt og þetta. Þetta að verða sífellt auðveldara og þetta kannski ekki verið mikið vandamál á Íslandi en kannski í löndum sérstaklega utan Evrópu, þá ég að vísa í Kína, Indland, Brasilíu, sérstaklega þá það sem kannski
hefðin fyrir persónuvernd og friðhelgi einkalífs ekki að mikil og við þekkjum hér, að þar þetta bara mjög stórt vandamál, og mikið af starfsfólki sem upplifir ekkert friðhelgi í sinni vinnu, jafnvel utan vinnu. Hætturnar svona félagslegar eru þetta atvinnuleysi, auðvitað vitum við ekki nákvæmlega hvað gerist, en ef störfum fækkar þá segir sjálft að verður atvinnuleysi kannski á svæðum í starfsgreinum sem áður hefur ekki atvinnuleysi, þannig að samskapur kannski minnkandi atvinnuleysi á öðrum svæðum. Mjög stór áskorun er rauninni, eins og ég hef aðeins komið hérna að, er aukið ójafnræði, hlutdeild í ávinningnum. Við sjáum það bara að öll þessi landsframleiðsla sem hefur aukið svona rosalega, kannski undir 30-40 ár, að hún skiptist langt í frá með jöfnum hætti. Kaupmáttur svona millistéttarinnar og neðri og láglaunafólks hefur ekki vaxið, þó hann hefur vaxið, hefur ekki vaxið í neinu samræmi við aukning á landsframleiðslu almennt, og þetta misjafnt allt eftir samfélaginu. Bandaríkin kannski ýkt dæmi þar sem að kaupmáttur hefur ekkert aukist hjá millistétt, en auðvitað kannski Evrópa, sérstaklega Norður-Evrópa hefur hann þó aukist, en þó ekki í samhengi við þessa framleiðslu aukningu sem að þó stjórnmálamenn keppast við að hreykja sig að landsframleiðslu sé aukast, en svona við sem stöndum fyrir þetta félagslega réttlæti erum auðvitað vonandi saman það að hagvöxtur sem að skila sér bara til launahæstu eða eignafólksins, að það er þetta hagvöxtur sem hefur bara enga þýðingu, skiptir engu djöfis máli. Fleiri áskoranir eru allsherjarréttur ekki alþjóðlegur, vinnumarkaðir eru almennt, það eru landamæri, skattareglur, þekkjum vandamálið alþjóða viðskipti og skattareglur, og þannig að það er stór félagsleg áskorun hvernig að halda áfram að halda uppi samtryggingakerfum. Og svo er þetta bara þessi stóra spurning, ég meina alþjóðavæðing ef alþjóðavæðingin og stafræna alþjóðavæðingin verður of mikið á forsendum auðvaldsins, þá verður aukið auðræði á kostnað lýðræðis, og við getum séð þetta nú þegar. Ríki Danmörk núna daginn var að skipa sendiherra gagnvart alþjóðlegum stórfyrirtækjum. Stórfyrirtæki eins og Apple eru farin að lána þjóðaríkjum pening, þau eru það stór og valdamikil, þannig ekki lausafé, þau eru í vandræðum, þau eru farin að lána bara stórum innríkjum pening, og þetta eru þetta kallar á þá hverjir eru raunverulegir valdhafar í samfélaginu. Og þetta er eitthvað dálítið vissulega dramatískar fullyrðingar, en eitthvað sem við þurfum samt enga sér að vera meðvituð. En bara til að enda allan á jákvæðanótunum, þetta er ekki bara langt í frá að vera dauð og djöfull, alls ekki, og eins og ég segi, auðvitað mun þessi bylting vonandi eins og hinar innbyltingar skila af sér almennt bættari lífsgæði, en nota bene, þá hefur stéttarfélag og venlegt alþýða þessa heims hefur þurft að berjast fyrir því að lífsgæðin auki samhliða breytingum, af því að það er ekkert sem fyrirtæki og auðvaldssinnar pæla í, alls ekki, og það er það sem kannski er stærsta áskorun. En öðru leyti er að tækifæri eins og fyrir stéttarfélög í allar þessi stafrænu byltingu að við höfum greiðari aðgang að fólki í gegnum netið yfir landamenn og framvegis, og að því að ég nú að sýna ykkur þessi fyrirbæri eins og TaskRabbit og Uber áðan, að þá bara einföld leit að á netinu er til TaskRabbit Taskers Union, og það er Facebook-hópur sem telur nokkur þúsundu, og það er mjög áhugavert að fara þar inn og lesa umræðurnar. Þar eru menn að reyna að skipuleggja sig og svo framvegis. Það sama með Uber, það er Uber Driver Union, og þetta er verða rosalega, Uber er komið eitthvað yfir 100.000 bílstjóra í heiminum, og þetta getur orðið mjög stór þrýstihópur ef hann teksta skipuleggja sig.
En svona almennt tækifærin að þá þetta eins og segir, vonandi meiri lífsgæði. Ég talaði aðeins það áðan að störf getur fæst til að geta þau kapplaup á botninu sem að segja, en þá þetta líka maður reynir að horfa á það frá svona alþjóðlega union sinnanum sem maður reynir að vera, að þá þetta fleiri að fá aðgang á mörkuðum, venjulegt fólk sem hefur kannski margt til grunns að bera í Indlandi og Brasilíu og svo framvegis, núna að komast aðeins að kökunni, að komast nær peningunum í Vestur-Evrópu, í Bandaríkjunum og svo framvegis með að taka sér verk þar og það auðvitað út frá svona, þeim sjónarhóli jákvætt. En svo líka sko, með þessa byltingu að framleiðsla getur einfaldari og getur jafnvel orðið nær heimabyggð og það setja í samhengi umhverfismál. Hérna ég að vísa í svona breytta framleiðsluhætti sem koma með þrívíddarprenturum til dæmis og búið að setja upp á í nokkrum löndum í rauninni, þar sem og margir sem spá því að það verði fráhvarf frá þessum stóru verksmiðjum sem að framleiða með mekaník, heilu bílfarmana, heilu skipsfarmana af varahlutum og ákveðnum húsgögnum og svo framvegis, og í staðinn fyrir rauninni að þá færist framleiðslan út af því að það verið svo auðvelt að framleiða með því sífellt ódýrari þrívíddarprenturum og þannig, að þá færist framleiðslan nær bara í ríkin en það helst líka í samhengi við umhverfismál sem auðvitað umræða sem við þekkjum að það verið sífellt meiri umræðum sem verið að takmarka þungaflutninga milli landa á sjó og í flugi, og það kannski á einhverjum tímapunktum með þessi tækni þá hætti það að make sense að framleiða hluti í Kína í skipsfarmastíl og flytja á yfir halvan hnöttinn til notkunar í Evrópu eða hvað það og í staðinn þá þetta bara framleiddara með ódýrara hætti nær mörkuðunum sem eiga svo að nota viðkomandi tæki. En þetta bara svona kannski á byrjunarreit, en enga síður umræða sem áhugaverð og getur haft mjög jákvæð áhrif bæði á svona viðkvæmar byggðir og líka jákvæð áhrif á umhverfismál.